Þeir sem aka Hvalfjarðargöng verða að greiða veggjald hér í þessu skýli. En muna menn eftir öðru slíku skýli sem stóð við Keflavíkurveginn. En þar var innheimtu hætt á gamlárskvöld árið 1972. Þessi hjón voru á leið til höfuðborgarsvæðisins af Suðurnesjum prúðbúin, líklega að fara í veislu á gamlárskvöld til ættingja eða vina. Gamlársdagur 1972 var síðasti dagurinn þar sem vegatollurinn var innheimtur og gjaldið skyldi innheimt alveg til miðnættis. Það er ekki bara að loka strax og þá var alveg gamlárskvöld. Vertu nú rólegur, þetta er nú ekki mikið eftir. Og menn voru orðnir langeygir eftir að losna við vegatollinn. Taka menn því ekki yfirleitt vel að borga þetta gjald? Jú, samstarfið er alveg ágætt. Heiðarlegar undantekningar kannski. Það var rétt fyrst svona sem gætti dálítillar óánægju. Já. Svona hjá einstakum mönnum. En maður kynnist nú fólkinu ákaflega lítið því að flestir vilja hafa hraðan á. Gjörðu svo vel. 40 krónur takk, en það var veggjaldið fyrir venjulega fólksbíla. Já, takk, gjörðu svo vel. Er mönnum lánað hérna? Er hægt að fá skrifa hjá sér veggjaldið? Nei, þegar við höfum nú fyrirmælum að það megi ekki. En Hefur það ekki komið fyrir að menn hafi ekki verið með peninga? jú, vissulega hefur það skeð. Og hvað gerir þess þá? Reykja það tilbaka? Við gerum nú náttúrulega reynum að finna út einhverja aðferð til þess að losa það við það, en þetta hefur nú mælst misjafnlega fyrir þegar maður hefur náttúrulega sagt sannleikann að við mættum ekki lána. Nú þá höfum við bent á að það eina sem við getum gert það væri að fá einhverja tryggingu til þess að þeir kæmu nú og borgu þetta gjald sem að við verðum sjálfur auðvitað vera ábyrgir fyrir, sko. Því við mögum ekki láta neitt hér frá þessu öðruvísinni gegn miða. Gjörðu svo vel. Gleðilegt ár. Takk svo leiðis. Manst þú eftir gjaldskýlinu við Keflavíkurveginn? Já, ég man svolítið eftir því og notaði það. Svona, já, kom það við nokkuð sinnum. Hvað heldur þú verið gamall? Ég ætli ég hafi ekki verið eitthvað tvítugt. Hvernig fannst þér nú að borga vegatoll? Mér fannst það svolítið asnalegt. Þá? En ekki núna, þegar þú vinnur hérna. Nei. Hvernig með viðskiptavinnina sem koma hérna? Eru þeir allir sáttu við að greiða? Já, það er svona yfirleitt. Yfirleitt allir sáttu við að greiða. Kannski einn og einn sem að er ekki alveg nógu sáttur. En eru menn nokkuð hreyti ykkur ónotum? Nei, það var fyrst eftir að það rukka fyrir vagna og þá var þetta svolítið en þetta er hverfandi í dag. En ef mann eigi ekki aur, hvað þá? Er þetta fólk skrifað? Nei, hérna er engin lánastarfsemi. Þá er það bara að snúa við. Manst þú eftir gjaldskýlinu við Keflavíkurveginn? Já, ég man eftir því. Fórstu oft þarna í gegn? Ég fór nokkrum sinnum á mínum yngri árum. Ef maður átti erindi suður í Grindavík eða eitthvað slíkt, þá fór maður stundum syðri leiðina þangað og Keflavíkurveginn tilbaka, þá slopp maður við að borga. Ég fór stundum á milli þá. Hvernig fannst þér nú að þurfa að borga þann toll? Vistu það var allt í lagi meðan var að vera að greiða niður gjaldin. Nei, ég man ekki því. Vistu viss? Já, ég þurfti aldrei að fara í það. Ég bý hérna fyrir vestan. Já. En þegar þú erum samt verið komið með bílpróf það. Ég man allavega ekki eftir þessu skýli, það get ég sagt þér. En fórstu oft þarna um? Nei, nokkru sinnum. Þú hefur komið með bílpróf náttúrulega? Já. Varst alveg sáttur við að borga svona tolla eins og þetta gera hér í vöngunum? Nei, ég er á móti þessu helvítis vitleysu.